hægt eftir stupningum. Ég þakka bara hreyfingunni hérna fyrir að vera búin að þennan fund og ég mikil ánægð að fá að koma hérna á ávart ykkur. Góður staðar til þess að fjalla sjávarútvegsmálin eins og það fallið út sem hérna út yfir Faxaflóann. Það er þess að fjalla hérna hvernig við sjáum samhljóm í tillögum hreyfingarinnar og okkar hugmyndum í samtökum íslenskra fiskimanna. Og aðeins svona að reifa þetta kvótakerfi og okkar sýn á það. En eins og við vitum alltaf að hafa hræðsláróður einn áhrifaríkasta leið til þess að fá fólk til að gera það sem að kæri sig helst ekki að gera, til að neyða til ykkur athafni eða að gefa eftir réttindi. Við séum þetta fjölda oft í einhverjum tíðina og það má meðal annars nefna óveiði. Sá hræðsláróður, hann gekk hérna fullt af fólki á 8. og í 9. áratugarins til þess að koma þessu kerfi á. Núna, eftir að umræðan breytingar á kvótakerfinu hafa átt sér stað, þá hefur við nánast heilt endurhæfingu á þessum áróðurinn, nema nú það sko að fiskvinnsla og útgerð leggist stað hefur hróflega verið við þessu kerfi. Við fengum nú aldrei að kynnast hræðsláróðurinn hérna þegar að Icesave-umræðan átti sér stað. Það var helst ekki talað um á gáfulegum nótum, heldur var hræðsláróður á báða bóga. Þetta er notað við afnám borgaralegra réttinda og það var til að Bandaríkjamenn heldur ekki að kynnast undanfarið. Svo stóð til ekki að nefna vistarbandið. En þegar það var afnumað þá vildi verkið meina að það yrði landauðn á Íslandi við afnuma það. Þegar talað um óveiði þá fylgir því yfirleitt. Og einhvers staðar í bakgrunn hljómar það að þú mátt ekki veiða. Þetta er ekki nóg fyrir okkur báðar, ég ætla að taka þetta. Þannig að maður spyr sér sko hvort þetta hafi verið raunverulegt vandamál þarna í eitthvað 9. áratug, hvort að ofveiði hafi virkilega verið vandamál sem þurfti að bregðast við með svo róttækum hætti eins og gert var. Vissulega náðist ekki afla eða sko áætlaðar afli eða leyfður heildarafli náðist ekki 1983, en það er meðal annars vegna þess að fiskur, það var einfalt að tapa hring. Við sjáum hérna að allir árgangar eru að léttast á þessum tíma. Það er bara hreinlega niðursveifla í lífríkinu. Þetta sést ennþá betur hérna ef við bara horft á 6 ára fisk. Það er eitthvað mikið sem stýrir í lífríkinu, það er flugum þarna. Og á sama tíma erum við gríðarlega mikla sóknartakmarkanir sem einfaldur virkuðu betur en menn hugðu. Þannig að það er ekkert skrítið að afli hafi verið minni en menn ætluðu sér niður. En þegar þessi umræða sér stað, þá nú einast látið svo vera að menn þurfa að hafa sérfræði þekkingu á öllu viðkemur þessu. Þetta sé stórflókið mál og þeir sem ekki vinna í greinin eigi helst ekki að sjá sig þetta. En það er hérna því fer fjarri, og svo sé, þetta er til þess einfalt mál, þetta er réttlætið þolúk. Og sérstaklega er þetta einfalt vegna þess að í dag er ekki að tala um hvernig við ætlum að stjórna fiskveiðum, bara að tala um hvernig við ætlum að skipta þessu. En því er haldið fram að þetta eigi bara að vera fyrir sérfróða og að það þurfa alltaf að reyna henda allt frá veiðum, vinnslu, útflutningi og sölu í erlendu verslanir. Og ég er reyndar satt að segja hissa að þeir eru búin að opna veitingastaða fyrir að skrifa matreiðslubækur fyrir útlendinga líka þegar þeir verðast vera bestir í þessu. Þetta telja sig eina hæfi að fjalla þessi mál, þeir sem halda kvótann. Við höfum horft á gríðarlega mikið áróður, bæði umræður og svo reyna nú kláran áróður kerfið og hversu gott þetta kerfi er. Og meðal annars er því haldið fram að 90% kvótans hafi verið keyptur og þess að segja eign manna. Að frjálsa framsölu hafi stóraukið hagkvæmni í sjávarútvegi. En það sem að er nú tilfellið er að iðulega er verið að draga rangar ályktanir af réttum forsendum. Ég þarf sérstaklega að minnast hérna á geysilega fallegan bækling sem að Íslandsbanki gaf út, hét Íslenskur sjávarútvegur, gefið út júní 2010, sjávarútvegssteymi Íslandsbanka. Það sést nú illa hérna, en hér er tafla yfir 10 stærstu
kvótahafana, þeir eru með 54% af kvótanum. Það er ekkert þessum félögum sem var stofnuð eftir innleiðingu kvótans. Þetta hafa menn skipt kennitölu, bæði HB Grandi náttúrulega kennitölan síðan eftir innleiðingu kvótakerfisins og Samherji, þeir skipt rekstrarform, þannig að það er mikið kennitölubreytingar þarna. En þetta eru allt aðilar sem voru í útgerð þegar kvótinn var settur á. Í þessu riti er þetta fína línurit sem á að sýna okkur hvers konar yfirburðakerfi við erum með. Það segir okkur að það var 7% meðal EBITA-n 1980–84 fór upp í 15% og í 20% eftir að framsalið var leyft. Þetta er sett svona fram með þessum fínu beinu línum, bæði þverrlínum og láréttum línum til að sýna okkur hversu gott kerfi þetta er. Svo á næstu glæru þá sjáum við þróun krónunnar á móti sterlingsmyndi. Þessi lína hún er nánast samhliða. Þetta er að sýna okkur nákvæmlega saman. Það sem skeður er að á 9. áratugnum hríðfellur gengisstyrkur krónunnar og á sama tíma þá eykst framlegð í sjávarútvegi. Og ef við skoðum þetta hérna, þá sjáum við á 2 árum áður en að kvótakerfið er innleitt, þá rúmlega tvöfaldast EBITA í sjávarútvegi. Þarna sést það gríðarleg viðsnúningur í rekstri. Og þessi aukning, hún heldur áfram til 1986. 1990 er hún komin í 20%. Áður en framsalið er innleitt, þá er hún komin í 20%. Og hún helst þar á þessum bíl. Við sjáum hérna toppa þar sem að gengi var sett á flot á stórexum og svo hérna við hrun krónunnar. Þannig að hérna, þessi bæklingur Íslandsbanka, hann er nú skrifaður af mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu sínum mér og hlutunum erum að snúa á hvolf. Þetta línur þetta sýnir okkur það að kvótakerfið er ekkert að gera fyrir sjávarútveginn að auka hvað varðar framleiðina. Það er gerð svo krafa til fiskveiðistjórnarkerfis og fiskveiðar séu sjálfbærar. Og það er ekki nóg að veiðardrif vera sjálfbærar þannig að stofninn sé verndaður, fiskistofnarnir, það er bara eitt hluti af þessu. Það þurfa líka að vera fjárhagslega sjálfbærar og samfélagslega sjálfbærar. Íslenska kvótakerfið, það er svo sannarlega það hvað veiðar snertir það sjálfbært. Við erum bara að veiða 30–40% því sem við veitum áður, þannig við erum nokkuð örugg þar. Hvort við séum að veiða eins mikið við gætum verið að veiða, það er stór öfustíkum. En fjárhagsleg sjálfbærni, það er því nú haldið á lofta að það sé ekki verið að fá ríkisstyrki til þess að reka út hérna á Ísland og þess að séum fjárhagslega sjálfbærni. En ég bara get ekki fallist á það, þetta sé fjárhagslega sjálfbært. Ef eini grunnurinn fyrir því að viðhalda þessari fjárhagslegu sjálfbærni sé að brjóta mannréttindi á fólki, að það sé grundvöllurinn fyrir að sé hægt að reka sjávarútveg með þessu kerfi, sé að það sé brotið mannréttindi á fólki, þá er þetta ekki fjárhagslega sjálfbært. Og hvað varðar þetta samfélagslega sjálfbært, þá segir það sig sjálft, þeir eru búin að rífast kerfið í 3 áratugi og höldum áfram að rífast það meðan það er með þessu hætti, þá er það heldur ekki samfélagslega sjálfbært. Eins og allir vita þá stendur í 1. grein laga um stjórn fiskveiða, þetta sé samið þjóðarinnar. Langflestir skilja hvað þetta þýðir. En svo aðrir sem einfaldlega skilja ekki hugtakið eða afneiti það sig til. Og þeir eru það fáir sem að skilja þetta ekki eða afneiti þessu að það tekur ekki eins og verið að rífast það. Það er eins og alltaf bara að rífast við litblind að mann hvort að græti þetta sig til eða ekki. Það bara hefur ekkert að segja. Hér í 1. grein laga um stjórn fiskveiða, þá kemur það skýrt fram að úthlutun veiðiheimilda myndar ekki eign eða óábyrgan rétt. Þetta getur þetta aldrei á reitt. Það er alveg saman hvað menn kaupa þetta, selja þetta, veðslið þetta, hvað er að gera dótt, hvað er að taka marga hringja því. Þetta verður aldrei eign, það einfaldlega getur ekki orðið það. Hvort sem að menn bókfæra það sem eign eða ekki, það skiptir einhver máli. Þess vegna ég er ekki verið að taka neitt af mönnum með því að breyta kerfinu. Því er haldið fram að kvótakerfinu hafi verið þröngvað upp útgerðina, þetta hafi verið ákveðið af stjórnmálamönnum og það sé bara þeir sem að best gátu brugðist við breytingum sem að lifðu af. En þetta er einfaldlega alveg rangt.
Kerfið var pantað af útgerðarmönnum. Það var keypt í Alþingi á innan við 2 vikum í desember 1983. Þetta var áður en það kom inn á borð Alþingis að þá var þetta samþykkt á fiskiþingi. Þetta er hannað af útgerðarmönnum sem vissu alveg hvað þeir voru að gera. Í dag veltur maður fyrir sér hvort þetta kerfi sé algjörlega ódreifandi, hvort það sé ekkert sem hnikar þessu kerfi til. Það sem við horfum á undanferð er álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem árið 2007. Þegar það kom fram að þá hélt ég og héldum flestir að þetta yrði til þess að kerfin yrði breytt. En núna 4,5 ári síðar erum við ennþá á sama stað. Það er ennþá með sama kerfi í gildi og í rauninni nær engar breytingar að vera gerðar. Þorskafli, hann er alveg gjörsamlega hrunið þessu kerfi, þannig að ekki ráðið markmiður okkur þar. Skuldir útgerðarinnar eru þar margfalt hærri heldur en það voru, margfalt hærri. Og síðan þá við náttúrulega efnahagshrunið. Þetta kerfið hefur enda á stað allt þetta af sér. Þannig að maður spyr sig að því, hvað þarf til að fá breytingar á þessu kerfi? En er þetta snúið að breyta þessu kerfi? Það er alltaf að láta, sérstaklega stjórnmönnum, menn láta eins og það sé gríðarlega flókið viðfangsefni og þetta sé, þess að það geta svona langan tíma, það þurfum að finna út þessu sætta sjónarmið og annað þess áttar. En það eina sem verðist vefjast fyrir stjórnmálamönnum í dag og sérstaklega ríkisstjórnarflokkurum, það er hvernig þeir geti tryggt núverandi kvótaöfum réttinn til fiskveiða til næstu áratuga, útilokaðar til næstu áratuga. Fyrir málum þetta ekki allt, en telja okkur á sama tíma trúum það að það sé búið að breyta kerfinu að sé verið að fá eðlilegt gjaldfélag að jafnræði ríki. Það virðist vera í rauninni eina sem að verðst fyrir mönnum. Frumvarp hreyfingarinnar, þetta var mjög áhugavert að hlusta á það sem að Þór segir og gott að þetta er ágætis frumvarp sem að við styðjum. Mikill samhljómur í þeirra hugmyndum og okkar að vísu er það þannig að við hefum frekar viljað sjá auðlindasjóð komið á laggirnar þar sem að afleiðundum þar yrðu leigðar út úr auðlindasjóð en það var ekki á forræði hvers sveitarfélags. Það er alveg sjálfsagt að vera með þessa byggðartengingu svipað og hreyfingin leggur fram og jafnvel á sama hátt og þeir leggja fram. Það breytir ekki alveg öllu í mínum huga. Við erum mjög ánægðir að sjá þessar hugmyndir í samtíð við handfæraveiðarnar, en það er náttúrulega fráleitt að gera ráð fyrir að handfæraveiðar geti skaðað fiskistofnum. Það er einfaldlega útilokað, það er ekki nein gögn sem að benda til þess að handfæraveiðar væru fiskistofnunum hættulegar. Við myndum þó vilja ganga lengra í sumum hlutum heldur en hreyfingin, til dæmis með að það fari allur afl á markað, síðan yfir mögulegt að selja hann markað og færa hann á markað. Og slíta meira í sundur þessa keðju sem að er frá veiðum í sölu í erlendu verslanir sem eru dag. Við erum aðskiljaða meira en hreyfingin gerir ráð fyrir. Okkar hugmyndir eru þær að það væri bara ákveðin hluti kvótans væri boðin upp árlega, hvort það væri 10% eitthvað svona, 10-15%. Og það myndi samt myndarverð fyrir aðra heimild. Þannig að menn missa aldrei nema 10% á uppboð hverju ári, það væri bara potturinn, það væri 10%. Menn missa ekki meira á hverju ári heldur en það. En þurfa samt að greiða það verð fyrir það heimild sem fá og myndi ákvarðast á uppboðum. Það myndi koma í veg fyrir allar kollstipur. Og það myndi verða til þess að kerfið yrði mjög stabílt kerfi. Og í rauninni væri þá ótímabundnar heimildir bara á sama hátt þar í dag. Það er bara 10% sem verið skilað inn í auðlindasjóð árlega. Með þessu væri virkur markaður fyrir aflaheimildir, það væri hreyfingu aflaheimildir. Mér finnst alveg sjálfsagt að aflaheimildir séu, það lúti ekki óeftir markaðslögmálum, þar sem þetta er atvinnufólk sem lífsviðurvæðar eru byggðarlegan og þetta er einn þjóðarinnar. Það er ekkert sjálfgefið. Að menn geti fengið þetta og umgengist þetta alveg
eftir sínum bara hentuleika. Það sem að stjórnvöld virðast vera að vinna að í dag hefur nú ýmist verið kölluð samningarleið, sáttaleið eða svikaleið og mér finnst að síðastnefnda eiga best við það frá sjónarhorni okkar sem viljum sjá raunverulega breytingar á kerfinu. Við sem að viljum að til dæmis sjálfum mannréttindum Sameinuðu þjóðanna virt að jafnræði ríki úthlutun þessara heimilda. En núna virðist liggja á að koma þessu í gegn vegna þess að verði stjórnarskránni breytt á þann hátt sem að lítur út fyrir að eða sem gæti orðið þá mun þetta fyrirkomulag ekki líðast. Og þess vegna skiptir það gríðarlega miklu máli fyrir það sem við erum með kvótann í dag að fá þessu samning. Við erum með undirskrifaðan samning til áratuga og jafnvel með sjálfvirkri framlengingu. Og þegar þá eiga þeir orðið miklu meiri rétt heldur en í dag. Þetta er nú tilvísun í atómstöðu, þetta er tilvísun í atómstöðuna. Mér fannst hún eiga svo sérstaklega vel við vegna þess að mér finnst fráleitt að tala kvótakerfi sem gjafakvóta, algjörlega fráleitt. Þetta var ekki gjöf, þetta getur ekki verið gjöf vegna þess að eigandi var aldrei tilbúinn til að gera þetta frá sér. Takk fyrir.